Akríll besta efnið ef þú vilt gera harðar en þunnar neglur á stuttum tíma. Með Magnetic púðrunum getur þú gert það sem þú vilt og ýmislegt skemmtilegt hægt að gera með þeim alls konar skraut og alls konar innlei og annað. Endilega kíkjum á þetta saman. Ég heiti Lísa og við erum Magnetic. Margir naglafræðingar hafa unnið með akríl í mjög langan tíma, enda þetta áreiðanlegt efni sem búið að vera lengi á markaðnum. Hægt að gera alls konar skemmtilegt. Byrjum á því að setja softbond á náttúrulegu nagluna og fram á lenginguna. Setjum akrílvökva í krukku til hliðar. Notum akrílpensilinn, bleytum hann upp í vökvanum og leggjum hann í akrílpúðrið. Gott að þerra af penslinum auka vökvan áður en við förum að vinna. Leggjum bolluna á nöglina og byrjum að pressa. Pressum akrílum inn í nöglina. Gott að fara inn á milli og þurrka úr penslinum. Alltaf hægt að bleyta pensilinn aftur. Pressum gelinu inn í nöglina og fram á lausuröndina. Setjum aðra bollu við naglaböndin. Hægt að gera þetta í eins mörgum skrefum og hendar hverjum á einum. Sumir vilja gera þetta í einu skrefi og sumir vilja gera þetta í fleiri en 2 skrefum. En það alveg persónubundið. Gott að strjúka akrílnum örlítið til þess að láta hann feita. Passaðu að akríllinn sé orðinn 100% harður áður en þú byrjar að þjala hann. Byrjum á því að gera hann að beina fram á grópinni og beina það framan. Púsum undir lausröndina til þess að hafa hann að beina. Því næst förum við að pússa til álagspunktinn og formið á nöglinni. Þegar búið að pússa gott að setja gelpúlisbond á nöglina til þess að auka viðlóðan við gellitin og akrílinn. Berum þunna umferð af gellitnum á akrílinn. Pössum að hafa fyrstu umferðina mjög þunna. Svo setjum við glans að eigin vali. Ótrúlega falleg útkoma, einföld og þægileg með akríl. Til viðbóðar við bleikapúðrið höfum við stórt úrval af alls konar felulitum í akríl. Einnig höfum við hvítan og ævory hvítan til þess að gera alls konar skemmtilegt með. Kíkjum á næstu sýnikennslu. Notum camouflage akrílinn. Leggjum eina bollu á nöglina. Byrjum að pressa henni. Pressum henni út til hliðana og búum til fallega broslínu. Þetta liturinn camouflage kúl. Látum gelið alveg deyja út inn á miðja náttúrulega nöglina. Notum ópak pinklitinn til þess að byggja upp álagspunktinn og láta litinn deyja betur út við naglaböndin. Drögum þetta upp á akrílinn sem við vorum búin að leggja nú þegar. Drögum akrílinn fram, pússum til broslínun okkar með þjöl. Gott að nota einmeri þjölina eða sebraþjölina, fer eftir hverjum einum finnst þægilegast. Gerum hornin á broslínunni mjög skörp. Leggjum hvítan akríl á lenginguna og látum það deyja út upp að veggnum. Pössum þykktina á akrílnum svo við þurfum ekki að bæta á meira þegar við förum að pússa, en við viljum heldur ekki hafa of lítið. Þegar akrílinn er alveg harður, þá pússum við hana til, fullkomnum hana eins og við viljum hafa hana.
notum buffer 340 grita fjöluna til þess að buffa allar rispur í burtu á yfirborði naglarinnar. Gott er að gera fram og tilbaka hreyfingar en einnig má gera hreyfingar í hring. Því næst skulum við gera hana beina að framan. Við skulum setja smá olíu, naglamatolíu á nöglina og byrja að pússa olíunni inn í nöglina. Í þetta notum við 1500 grita þjöl. Gott er að gera hringlega hreyfingar. Næst skulum við fara og ná okkur í high shine bufferinn. Byrjum á því að buffa nöglina með grófari hliðinni, fram og tilbaka og í hringi og pössum að koma á öll svæðin. Næst skulum við skipta yfir í fínni hliðina og þá pússum við hana í glans. Þetta er ótrúlega skemmtilegt að gera. Gerum fram og tilbaka og í hringi og pössum að gera jafnt yfir alla nöglina. Gerum fram og tilbaka og í allar áttir. Þá erum við búin að pússa þessa nögl í glans. Engin glans nauðsynlegur, bara pússið í glans. Ótrúlega skemmtilegt. Magnað hvað er hægt að gera mikið skemmtilegt með akryl. Glæra púðrið frá Magnetic er alveg kristaltært og það er ótrúlega gaman að gera fallegar innleiðnaglir með því. Byrjum á því að undirbúa náttúrulega nöglina og setja softbond á nöglina. Setjum þunna umferð af glæru púðri á náttúrulega nöglina til þess að glimmerið fari ekki beint á nöglina. Þetta auðveldur okkur vinnuna í lagfæringu. Setjum akrylglimmer á nöglina. Gott er að vera með sérpensil bara fyrir akryl, glimmer og sér fyrir bara púður. Þessu pressum við inn í nöglina, á lenginguna eins hátt og okkur hentar. Því næst setjum við glæran akryl, byggjum upp áhaldspunktinn og lokum þessu öllu. Munum að þurrka reglulega úr penslinum svo akrylinn harðni ekki inn í pensilinn. Drögum akrylinn yfir glimmer, fram yfir lausröndina. Þegar akryllinn er alveg fullkomlega harður, þá getum við farið að þjala til, gerum hana beina framan og beina fram á grópunni. Og pússum svo til bygginguna. Pössum að áhaldspunkturinn sé staðsettur á réttum stað og nöglinn sé eins og hún á að vera. Þegar við erum búin að pússa getur verið gott að bjóða viðskiptavinum að þvo sér hendur. Næst er það bara glans að eigin vali. Sjáu þið hvað hann er glær og tær akryllinn og sýnir glimmerið fallegt. Ótrúlega falleg innleiðnögl með akryll. Í þessu mánuði er 20% afsláttur af öllum okkar akrylvörum. Endilega kíktu á heimasíðuna okkar og skoðaðu hvað er í boði og einnig eru allar upplýsingar um öll framhaldsnámskeið og námskeið sem er í boði á næstunni hjá okkur. Að sjálfsögðu er líka hægt að gera fallegan babyboomer með akryl. Ef þú fílar ekki að hafa hann snjóhvítan þá getum við auðvitað að fundi púður sem er með ævory lit eða náttúrulega hvítum. Byrjum á því að undirbúa náttúrulega og auðvitað að setja softbond. Við notum Crystal Clear, gerum þunna umferð að Crystal Clear yfir náttúrulega nöglina. Þetta gerir það að verkum að við verjum náttúrulega plötuna
fyrir öðrum litum og auðveldar okkur vinnuna í lagfæringu. Notum Natural White sem svona Ivory White hvítur litur og byggjum upp lenginguna frá cirka bát stressprúnt og fram. Drögum akrylinn út alla lenginguna og pressum niður. Við notum svona klappstrjúk hreyfingar, en einnig hægt að strjúka yfir akrylinn með tómum pensli til þess að gera hann ennú meira smúð. Þarna skiptum við yfir í camouflage lit sem hentar hverjum á einum. Búum til álagspunktinn og pressum akrylinn niður við naglaböndin. Pressum álagspunkturinn síðan rétt stað. Drögum bolluna alltaf meira og meira áfram þar til að við erum orðin ánægð með útkomuna. Gott að strjúka akrylinum í lokin til þess að gera blöndunina enn fallegri. Svo gott að nota Opaque Pink á skilin til þess að blöndunin verði enn og fullkomnari. Pressum þessu inn, gerum fullkomnuna enn og fullkomnari. Þegar akrillin er 100% harður þá getum við farið að fjala, fjölum til mótunina á nöglinni, pressum hún sér bein fram úr grópinni, fjölum hana til, pressum að hálagspunkturinn sé á réttum stað, fjölum til bygginguna og gerum hana alveg slétta. Endum á því að buffa með hvítakubnum eða buffer að eigin vali. Þið getur líka nota Smooth Operator einnota kerfið. Gott að gera hringlaga hreyfingar. Svo það bara glans að eigin vali. Hægt að nota hvaða glans sem þess vegna Diamond Dust. Lokum nöglinni. Gerum smooth hreyfingar. Fullkominn, fallegur, náttúrulegur babyboomer. Eins og ég var búin að segja ykkur, þá 20% afsláttur af öllum okkar akrylvörum þennan mánuðin. Endilega kíktu á heimasíðuna okkar og skoðaðu úrvalið af akrylvörum og allt hitt. Einnig getur séð hvað framundan hjá okkur, hvaða námskeið og hvaða grunnnámskeið í boði. Endilega vertu með mér í næsta þætti og takk fyrir að vera með mér hér í dag. Við erum Magnetic, en þú?